Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í nýjasta þáttinn af hlaðvarpinu mínu með lífið í lúkunum. Mér finnst ég náttúrulega bara heppnust í heimi að fá að gera þessa þætti og deila þeim með ykkur. Það er bara þannig. En í dag þá kom til mín ótrúlega hress og skemmtileg kona sem nálgast eftirlaunaldurinn. Hún heitir Lilja Steingrímsdóttir og er hjúkrunarfræðingur. Hafa starfað sem slíkur í 44 ár. En hún er einnig öndunarkennari hjá Art of Living og ég mun setja með í það sem kallast show notes eða fyrir neðan þáttinn linka ef einhverjir hafa áhuga á að kynnast henni betur eða því sem hún er að gera eftir þáttinn. En við ræddum streitu, gagnsemi öndunaræfinga, mikla ferðalöngun, ADHD, hvernig það er að eiga barn í óreglu, meðvirkni og það að snúa neikvæðum hlutum upp í jákvæða. En hún Lilja, hún segir öndun hafa einfaldlega bara bjargað lífinu sínu og geðheilsu. En þið fáið að vita af hverju í þættinum, ég ætla ekki að fara neitt dýpra í það. En áður en við byrjum, þá vil ég auðvitað þakka þeim sem að hjálpa mér að halda þessu hlaðvarpi gangandi, sem eru samstarfsaðilarnir mínir. Án þeirra væri ég líklega bara að gera mínum nánustu, gera þau gráhærð með því að vera að blaðra við þau svona mikið og segja þeim alls konar heilsutengt. Þannig að ég er bara mjög þakklátt að fá stuðning til að geta gefið út þessa þætti og sagt ykkur öllum frá þessu. En eins og síðasta ár bara er ég svo heppin að vera búin að vera með sömu diggu samstarfsaðilana og fyrst langar með að nefna Virkja. En eins og ég sagði í síðasta þætti, þá er Virkja ekki bara markþjálfarskóli til þess að þjálfa þá sem vilja verða markþjálfar, heldur er líka hægt að fara þangað í markþjálfun hjá markþjálfum skólans. Það er bæði hægt að fara á staðinn í Bolholti og fara í tíma augliti til auglitis eða í fjarmarkþjálfun ef þú býrð erlendis eða út á landi. Og það er náttúrulega bara algjör snillt af því að markþjálfun, hún getur nefnilega hjálpa manni að sjá hlutina í nýju ljósi. Og ef maður er á stað, svona sem ég kalla krossgötum og maður veit bara ekki alveg hvert maður vill stefna, þá mæli ég með að bóka í tíma í markþjálfun. Og þetta er bara ótrúlegt tól sem mér finnst bara allir ættu að nýta sér. Síðan er það heilsuheillan og heilsuvörur mánaðarins eru gömm. Og gömm sérhæfir sig í hágæðavörum sem eru fyrir bæði tannheilsu og munnheilsu. Og það gleymist oft að þetta er hluti af almennri heilsu af því að vandamál í munnholinu, þau geta nefnilega haft ótrúlega mikil áhrif á bara almenna heilsu fólks. Og gömm leggur mikinn metnað í að bjóða upp á lausnir sem að mæta þörfum hvers og eins. Og það sem mig langar að mæla með í dag eru svo kallar soft picks eða svona eins og tannstönglar, mjúkir tannstönglar sem eru svolítið svona eins og millitannburstar líka með 152 mjúkum plastpennum og ná því ótrúlega vel á milli tannana og inn undir tannholdið þar sem að tannbursti næri ekkert endilega til. Bæði hægt að nota á milli framtannana og á milli jaxlana og ég veit að þetta er eitthvað sem að tannlæknar mæla til dæmis með og þetta fæst líka í nokkrum mismunandi stærðum. En mig langar allavega að mæla með þessum Gum Soft Picks Pro að þetta er eitthvað sem ég nýti mér á hverju kvöldi eða næstum því. Ég vona að tannlæknirinn minn sé að hlusta því að ég er svolítið montin, ég er búin að vera duglegri að nota það sem maður kalla svona tannþráð eða tannstöngla. Síðan er það Þín fegurð sem er uppáhaldssnyrtistofan mín og hún er á annarri hæð í firðinum í hjarta Hafnarfjarðar. Og þetta er svona alhliða snyrtistofa sem býður bara eiginlega upp á allar helstu snyrtimeðferðir. En ég hveti bara til þess að kíkja á þínfegurð.is og skoða hvað er í boði. Og að lokum er það Spíran sem er dásamlegi veitingastæðurinn í Garðheimum við Álfabakka í Reykjavík. Þetta er fjölskylduvænn bistróstaður sem að leggur áherslu á að bjóða upp á hollan og góðan mat sem er gerður úr gæðahráefni. Og ég get lofað þér að þú verður ekki vonsvikinn að prófa eitthvað
matseðlinum þeirra. Sérstaklega heilsusalat, heilsuerlu. Ég auðmæli þetta mest með því. Annars erfitt að segja eitthvað uppáhalds því að það svo margt gott þarna. En mig langar bara að þakka þessum aðilum Virkja, heilsuhyllinni, Þín fegurð og Spírinni fyrir dásamlegan stuðning og bara ég svo ótrúlega þakklátt. En mig langar núna að hleypa ykkur í viðtalið með henni Lilju. Gjörið svo vel. Gestur minn í dag Lilja Steingrímsdóttir og mér langar nú bara að byrja að spyrja þig, Lilja, hver konan? Ég sko hjúkrunarfræðingur, ég sko bara kona, ég hérna Íslendingur, fædd á Kirkjubæklaustri, rétt þar hjá, heitir Hörgsland skot, rétt hjá gamlum Blótstað sem Hörgsland og fyrrverandi. Þar var spítali, Holtsveikra spítali á Hörgslandi sem eiginlega Hörgslandskot lítið kot út úr Hörgslandi og hérna sem að forfeður mínir gerðu bara stórbíli og ég fæddi upp þar til 18 ára aldurs og ég var bara átti svona að ég hélt alveg rosalega ljúfa æsku. En það voru svona ýmsir pinnar sem komu svona seinna fram sem þú veist, maður alltaf að meiða sig á njánu gegnum allt lífið smávegis. Og þannig að hérna, ég komst að því með þessari öndunartækni sem ég ætla að segja frá eftir að það voru eitthvað svona smá hnökrar frá æskunni sem þurfti aðeins að sandpapíra niður sko. Og svo 18 ára fór ég í hjúkrunarskóla, eða sko fór í mennt og ég var að hlaupa, ég var hlaupari. Á þessum tíma? Var það ekki alveg frekar óalgengt? Það þótti frekar skrítið sko. Ég hef alltaf þótt frekar svona öðruvísi, hugsa ég. Og hérna, ég held að ég hef fundið, ég er með ADHD og ég er ofvirk. Og ég held að ég hef haldið niður ofvirkninni með hlaupunum. Þannig ég hljóp yfirleitt svona, ekkert mjög langt, sko, svona 7 km, 5 km, 4 km á dag og eiginlega á hverjum degi. Og þetta var svona meðalið mitt. Í staðan fyrir að taka ADHD-lyf sem að voru náttúrulega ekki komið þá. Nei. Hvað, varstu bara svona 18, 19? Þetta var alveg bara frá því ég fór í gelgjuna, sko. 12, 13, 14. Já, sem þú byrjar að hlaupa? Já, 14, 13, 14. Já, það var íþróttakennari og kennarar fyrir austan sem hafði mikilvæg áhuga í íþróttum. Ég ætlaði að vera sunddrottning en það var engin sundlaug á staðnum. Já, það var svolítið erfitt. Þannig það var mjög erfitt að æfa sund og kalt vatn var ekki spennandi. Þannig ég var eiginlega ágætt í nokkur ári komst það svona mót og svona skemmtilegt. Að hlaupa? Já. Já, en hvað? Fór í Kalotkeppnina fyrir Ísland. Meðan var Norður-Noregur, Norður-Finnland, Norður-Svíþjóð og Ísland var að keppa sín á milli, sko, smáþjóðarleikar. Og hérna, svo fór ég í mennt og fjall nú út af því ég var alltaf að hlaupa. Ég var bara bjó á Laugardalsvellinum. Og maður svo þreyttur á kvöldin eftir að vera kannski 2-3 tíma æfingum. Maður bara fór að sofa í staðan fyrir að lesa bækurnar sínar. En svo fór ég í Ármúlaskóla, kláraði undirbúningu undir hjúkrun og fór í gamla hjúkrunarskólan. Og útskrifuð úr hérna hjúkrunarskóla Íslands sem var bara hjúkrunarskóli. Rosalega góður skóli því að ég er búin að vinna út allan heim. Og það er bara ótrúlegt hvað mér hefur alltaf fundist standardinn hjá mér vera bara algjörlega
ef ekki hærri, Já. heldur en annars staðar á mörgum stöðum. Og hjúkrunarfræðingur eru mjög sjálfstæðir hérna og lausnamiðaðir og rosalega flottir. Þannig að Og menntunin það hérna góð. er komið núna í háskóla sem betur fyrir og vonandi fáum við einhvern tímann hærri laun í samanborið við aðra háskólamenn en við erum lægri. Já. Eldur að segja þegar við erum kvennastjætt eða þið. Já, það er af því að við nennum ekki. Við erum náttúrulega svo löt í dag. Við höfum það gott að við þurfum ekki að berjast. Og þess vegna hefur þetta ekki gengið betur. Já, það er líka út af því að við erum konur. Það virðist allavega að vera svo að kvenlegar stjættir eru oft með lægri meðallaun. En það er ekki komin, eða ég held að sé landslög að það eigi að vera jafn laun fyrir sömu laun fyrir sömu vinnu. Já. En ég veit ekki, held að það sé ekki alveg haldið. Já. Og svo starfaður svo sem hjúkrunarfræðingur lengi? Svo, já, ég er búin að starfa sem hjúkrunarfræðingur í 40 ár, síðan 1982. 40 og eitthvað ár, 42 ár held ég, er ekki 44 ár, já Ég tók mér aðeins pásu þarna meðan ég átti 2 stráka sem er alveg yndislegir og ég er búin að vinna í mörgum löndum, það er búið að vera mjög athyglisvert. Ég hef vunnið á Grænlandi og í Noregi mikið og ég bjó í London og vann þar á Queen Mary's Hospital og síðan öðru spítala, ég man ekki hvað hann heitir núna, í smá tíma og svo var ég að vinna á einkaklíník í Sviss. Bara út allt? 8 ár. Og svo var ég með Rauða krossinum í Tæland og Pakistan og Haítí í 1,6 ár. Wow. Og ég kynntist þessari öndunartækni sem ég ætla að segja frá í Sviss. Já. Af því að ég er svona á það til að taka svolítið mikið að mér og kannski ekki alveg vera að höndla það stundum, en það hefur nú gengið svona yfirleitt. Ég skildi, flutti, þurfti að finna mér nýtt húsnæði og nýja vinnu, allt á sama tíma og samkvæmt rannsóknum þá er það að skilja bara nóg, sko. Eða það að fá sér húsnæði nóg, eða það að, og svo voru börnin náttúrulega að fara í nýjan skóla. Þetta dröslaðist nú allt einhvern veginn í gegn samt og... En þú varst einstæð móðir og það líka? Já, en það var miklu auðveldur að vera einstæð móðir heldur en að vera gift mannu sem ég var gift. Já. Þannig að þetta var mjög fínt. Og þá kynntist ég bara einhvern tíman, ég held að ég var að labba með strákan í nýja skólan og ég reyndi að fara með þá alltaf þegar ég var ekki að vinna, þá reyndi ég að fara með þá í skólan og vera með mjög virki þeirra lífi og var reyndi að hitta fólk og fá konur til að koma með börnin sín hendi mín og öfugt. Ég fann svona lítinn bláa miða, svona 1/4 af A4-blaði, svona renning sem ástóð, er ekki tíminn til komin að þú færir að hugsa um þig. Bara fannst það bara út á götu? Já, hann lá á götuna og mingandi blautur og lá svona alveg límdur á götuna og ég klóraði þetta, ég er aldrei með neina neglur en ég náði nú samt upp og þú þurfti að fara varlega svo myndi ekki rífa hann, svo fór ég heim og þurrkaði hann og það stóð jóga, já, bara beðið eftir mér jóga öndun í hugun og þetta bara breytti öllu. Var þetta eitthvað sem þú hefði bara aldrei stundið á þér? Ég hafði verið jóga, í jógastunni heilsubót sem var alveg ótrúlega gott, sko það var alvöru jóga. Það var farið í öndunina og það var farið í, oft núna á sumum jógastöðum er ekki lagt neitt upp úr önduninni, það er bara lagt upp úr æfingunum og það er ekki
að gera eins og það á að gera. Já. Það svo mikilvægt þessi samhæfing öndunar og hreyfingar. Einmitt. Þetta minnir mig á það kom indverskur jógakennari í MH, þar sem ég er kennari og var að hjálpa okkur eina önnina. Hann var að vinna fyrir indverska sendiráð. Þetta var fallegt og kom. Flottur maður, ég veit, þetta bara nýlega. Já, þetta var bara í fyrra. Og hann situr ennþá með mér. Því hann sagði alltaf, yoga is not a workout, yoga is a work-in. Já. Og ég noti þetta oft við nemendur því ég er að segja þeim hvað yoga er í fyrsta tímanum. Já. Þetta er ekki hugsað sem workout. Auðvitað er þetta krefjandi að halda stöðum allt þetta. Þetta getur orðið smá workout, en aðalatrið á að vera þetta work-in. Já, það er það. Og það er líka, það er bara, ef þú gerir svona, það sem ég er að gera, þessar öndunæfingar sérstaklega, ég gerir líka jóga og ég gerir líka teygjur og alls konar og íhugun. En ef þú gerir öndun og íhuguna, jóga og öndun og íhuguna, setur þetta saman bara tekur þetta 20 mínútur á dag. Og þú veist, þú lest mokkan á, eða vísir eða hvað þú ert að lesa þarna á brettinu þínu. Þú lest það í 40 mínútur. Þess vegna. Sem eru að skrolla í símanum í 2 tíma. Já. Í staði fyrir að vera að hugsa þessar flottu persónu það er það sem að heldur mér gangandi líka, að ég virkilega bara sé á sjálfur mér hvað þetta virkar, hvað þetta virkar. Þetta virkar á ég segi alltaf að ég verði brjáluð ef ég hætti þessu, af því að þetta heldur skapinu svona mjúku, maður tekur ekki svona nærri sér alla skapaða hluti, þó sé stríð í Palestínu, það er hræðilegt og út allt þarna fyrir austan, það er alveg hræðilegt, en þú veist, ég get ekki gert neitt í því, það ef ég er róleg og smita frá mér jákvæðni, þá kannski get ég haft einhvern áhrif á þessar væpur í heiminum. En ef við förum aðeins eftir þegar þú varst búin að finna þennan bláa miða, og fórstu þú bara strax Heyrðu, í þetta? Og þetta var bara helgina eftir, og fyrrverandi, hann var búin að biðja að fá strákana í 5 daga með sér upp í fjöllin eitthvað, hann ætlaði að gera eitthvað með að fara í frí eða eitthvað, fara að gera eitthvað með, ég man ekkert hvað það var, og þetta var 6 daga námskeið þá, þetta er 3 daga núna búið stytt þetta, því að má aldrei neitt vera neinu, og ég gæti bara farið á námskeið, ég verið í frívinnunni einhverju hluta vegna, þetta lítur að hafa verið, ég man bara ekki alveg hver þetta lítur að hafa verið í einhverju svona vorfríi eða eitthvað í skólanum, því að strákarnir voru í fríi og ég var í fríi og ég ætlaði ekki neitt, því að ég var nú ekki neitt rík, ég hafði ágætt, hafði betra í Sviss heldur hérna heima sem einstæðmóðir, en bara ég fór á námskeið og ég svaf fyrstu 2 dagana. Ég þurfti að leggja stað það var í Genf, ég bjó í Nyon sem er 20 mínútna akstur frá Genf, og ég þurfti að fara 4:00 til þess að vera mætt á námskeið 6:00 til þess að finna bílastæði, kvöldið. Já. Þannig að svo kom ég heim 10:00 kvöldið og fór bara að sofa, ég svo þreytt eftir fyrsta daginn og svaf allan þann dag til 3. Wow. Ég rétt náði að fara í sturt og drífa mig á stað. Wow. Og svo næsta dag var það að svipa til hádegis og eftir það var þetta nú bara venjulegt. Þannig að þú veist, þetta er rosalega streitulósun. Og það er svo mikil streita í okkur sem við vitum ekki af. Það er svona allstaðar. Og líka kannski sennilega þess vegna fáum þessa verki og alls konar líkamlega einkenni frá streitu. Og ég tók þetta 6 daga námskeið og gerði þetta síðan næstu 9 árin á hverjum degi. Wow. Ég misti úr 1 dag. Wow. Ég var í flugi þá, svo löngu að
gerði þetta ekki. Og þetta hjálpt mér alveg. Og fannstu bara að þetta breytti lífinu strax, bara samstundi? Já. Ég var ekki, bara kvíðinn fór og einhvern veginn, ég fekk svona ég get tilfinningu. Og sem ég var mér alveg rosalega minnimáttakend. Því að skaftvellingar yfir höfuð, þeir læra ljóð eftir Hallgrím Pétursson sem heita Banna. Það endar svona lítil látur ljúfur og kátur, heimskir menn sig státa. Þannig að þú veist, allir skaftvellingar eru rosalega lítillátir og er ekkert að monta sig á neinu og svona, þú veist. Og maður lærði þetta, því miður. En hvernig fannst þér þú vera fyrir þetta? Þú veist, að þetta hefði breytt svo miklu? Ég fattaði ekki að ég var svona stressuð. Og ég var ekki að fatta þetta, sko áhrifin á námskeiðinu var ekki að fatta fyrir ég var farin að stunda þetta. Og það var mjög mikið að námskeiðum í boði þarna í Sviss, þar sem ég var. Og svo fórum við stundum í Svartaskóg þar sem voru framhaldsnámskeið. Námskeið 2 sem verður núna í Skálholti 1., 2., 3., 4. og 5. maí. Og ég bara tók öll námskeið sem ég gat. Yfirleitt á 3 mánaða fresti tók ég námskeið, nýtt námskeið. Og alltaf komið eitthvað nýtt tráma til að losa í hver skipti sem ég endurtók námskeið. Og þetta bara, mér fannst þetta svona afgeðveika mig. Það heilaði mig. Og ég myndi ráðleggja fólki að prófa þetta. Því að þetta er svo einfalt að það er alveg ótrúlegt. Og það er rosa gott fyrir til dæmis hlaupar og svona sem eru að æfa úti. Að bara, sko, þeir eru búin að hlaupa að klæða sig vel og anda úti 20 mínútur. Gera teygjur. Getur þú gefa okkur dæmi öndun? Þú veist, hvernig, er þetta einhver sérstök tækni? Já, það eru æfingar sem að þú andar sko með æfingum og svo gerur eina öndun til dæmis sem við kallum cappuccino sem bastrika, þá lyftir upp höndunum og opnar fingurnar alveg beint upp og lætur detta svona niður. Það mynda þetta. Ég er svo vel klædd. Já, skemmtilegt. Ég slæti þetta vídeo bara að fylgja með. Skemmtilegt. Og síðan er líka önnur sem ég get kennt svona sem heitir nasal pranayama. Þá setur þessa svona vinstri hendina á vinstri læri og tekur þessa 2 ringfingurinn og þumalinn og byrjar á því að opna vinstri nösina og svo andar inn vinstri nösina og lokar henni, opnar hægri og andar út inn hægri og út vinstri. Ég hef mitt gert þessu. Þetta er kennt í mörgu, bæði bastrikan og þetta þetta er kennt í mörgum jógapraktisum. Þetta er bara þetta kemur úr sem sé jóga frá bara jóga líklega eitthvað 6-7.000 ára gamalt sem að þú veist, það lifir ekki nema það sem er alvöru. Hitt bara deyr út, svona bólur sem hafa komið upp eins og Jane Fonda leikfimi og eitthvað svona, þú veist, sem er bara farið. Það er náttúrulega heldur meðan hún er lifandi en það eru svona bólur sem koma upp sem að bara gufa svo upp. En jógað er svona gamalt og hefur haldið áfram og er mjög notadrjúgt
og fólk mikið að gera núna og þessar tvær æfingar, bastrika, hún gerð á ýmsan hátt bastrikan, hjá okkur hún þetta, maður setur beinn í baki og lyftir upp höndunum og lætur þær detta. Já. Og og þetta gefur manni kraft, hinn róar mann og mjög góð fyrir svefnin nasal pranayama, beinum orkunni á þriðja og andar inn og út. Og það svo rosalega stórt nefholið frá nefinu og inn í mitt höfuð og niður í háls. Og það svo mikið af taugum. Það eru lyktartaugar og það eru hitataugar og það vagus og það allt mögulegt. Og til dæmis með því að anda þá maður að ýta á allar þessar taugar. Meira maður ekki venjulega með svona markvissa öndum, maður náttúrulega alltaf að anda og byrjar á því þegar maður fæðist og hættir því þegar maður deyr, sem alveg eðlilegt og alls konar tilfinningar og alls konar andanir inn á milli, en svona markvissa öndun veldur því að þú ýtir markvist á þessar taugar sem eru skynntaugarnar og til dæmis þegar þú ert að ýta á vagus þá hefur hún mjög róandi áhrif á kerfið og þá minnkar kortisol og stresshormónið og öll þessi efni sem að koma í líkamann þegar þú ert stressaður. Þannig að þú veist, þetta er alveg vísindalega sannað að þetta virkar. Já. Og gera fullt af rannsóknum. Það verið gert í Yale háskólanum í Ameríku, í Stanford og í Oslo háskóla og líka á háskólum á Indlandi. Art of Living líka með háskóla á Indlandi, svona heilsuháskóla. Já, hvað Art of Living? Art of Living þessi stofnun sem á þessa öndun sem ég að kenna, sem heitir Sky öndun, S-K-Y. Það er þetta að googla það, þá kemur þetta upp. Og ég að vinna með stofnun sem heitir International Association for Human Values og Art of Living. Það er bara listin að lifa á ensku. En við höfum ekki þýtt að þetta er bara svona trademark sem að, þannig að það fylgir, það heitir bara þetta. Og það var sem sé maður fyrir 81 þá stofnaði hann Art of Living. Þá var hann bara ungur maður tvítugt. Þetta verið svipað leit og ég var að klára hjúkrunarskólann. Og þess að skrítið hvernig maður gegnum lífið hittir hina á þessa. Og hann stofnaði þetta vegna þess að hann vildi að fólk hefði tæki til þess að hjálpa sér út úr neyð. Og þú veist, af því að andlegt og líkamlegt er svo minnið og allt samofið. Já, og á þessi námskeið sem að ég að halda og ég að segja frá eru sem sé samblanda af, við förum náttúrulega með jógaæfingunum í líkamann og í öndunina mjög mikið og útskýrum út af hverju og hvað og hvernig og síðan förum við í minnið og hugan og ímyndaraflið og egóið og sjálfið og hvernig þetta spilar allt saman. Og það sem að þetta gert þannig að fólk miklu þáttakendur. Það hópvinna, það sem sé þessar öndunaræfingar, það hópvinna og það farið aðeins í út af hverju og hvað og hvernig og síðan með leikjum og hópvinnu og alls konar farið í hvernig allt þetta kerfi samvirkar. Og þetta núna þetta kennt á 3 dögum og við reynum að hafa helgar vegna þess að því að oft sérstaklega eftir fyrsta daginn þarf fólk kannski að hvíla sig aðeins meira. Já. Og þá ágætt að hafa rólega helgi. Svona eins og þú lentir í. Já, ég hugsa að ég hef ekki getað unnið þessa helgi. Þetta var bara algjör skúrun. Já.
Þetta er ótrúlega. Og svo yngir þetta mann líka. Gerir maður svona unglan í húðinni, í skinninu og öllu. Já, Þegar maður fær meira súrefni. já. 20 mínútur á dag í, þú veist, öll þessi ár, það er ótrúlega. Ég hef nú ekki gert þetta alltaf, en ég gerði það fyrstu 9 árun á hverjum degi. Algjörlega bara fast og þetta var, sko, fyrst var það öndurinn og svo að kaffibolli. Sko, getur þú tekið, þú ert náttúrulega búin að segja okkur svona hvað áhrif öndunin hefur og hvað hún haft áhrif, en getur þú sagt okkur einhver svona bara persónuleg dæmi eða dæmi af einhverjum öðrum sem þú hefur unnið með, það sem þetta svona bara breytti lífinu? Sko, ég var svo óheppin að sonu minn annar fór í óreglu og væri búin að vera lengi í því það er nú vonandi að hætta því og ef ég hef ekki haft þetta, ég fann það alveg þegar ég reyndi að hætta þessu, ég reyndi að hætta að gera þetta. Af hverju? Bara að því að það stundum alveg nóg að gera þó maður, þú veist, skilur það, þó að maður hafi svona, ég er ekki kona rútínunar, ég er kona órútínunar, mér finnst best að hafa enga rútínu, að hafa bara allt í svona óreiðu og leysa hlutina þegar þau gerast og Flæði. það gerist meira skemmtilegt einhvern veginn, þú veist, ef þetta er ekki allt neglt niður og klukkan þetta fer ég í þetta og þarna á ég að gera þetta og ég er á mjög erfitt með það. Okay. Það er kannski að því ég er með athyglisbrest og allt það. En ef ég hef ekki haft þetta, þá er ég sannfærð að það að ég hefði farið inn á geðdeild. Og þetta hafði mjög mikil áhrif á starf mitt. Þú veist, maður var meira tens og var svona svolítið kvumpinn og svona. Ef ég gerði þetta ekki, þá var ég bara óþolandi held ég. Í alvörinu, ég fann það alveg og þú veist, þannig að það bara þýðir ekkit annað heldur fyrir mig en að gera þetta. Þetta er eins og bara, ef þú ert með ofan blóðþrýsting, þá færðu þér sennilega, annarkvort færðu léttur þig og færðu að hreyfa þig eða þú færðu þér blóðþrýstingslyf. Nema hvort við ekki að sé. En að eiga barn í óreglu, það hlýtur einmitt að taka mikið á andlega. Það sko tekur miklu meira á andlega, sko, maður fattar það eiginlega alltaf eftir á. Sko þegar gengur vel, þá fattaru hvað þú varst tens og hvað, því þykir náttúrulega rosalega vænt börnin og það er svo gaman að sjá þeim gengur vel og annan strák sem að er sko búin að klára efnafræði í EPFL, einu af bestu háskólum í Evrópu eða ef ekki kannski heimið eitthvað í Sviss og þeim gengur vel, hann og konu og hún er að verða hjartalæknir og hún er orðin hjartaskurðlæknir og það gengur allt vel og svo hefur gengið illa hjá hinum en þú veist, hann er kannski með einhverja greiningu og það er svo erfitt, það versta við það þegar fólk er í erfileikum þegar það vill ekki hjálp og maður er svo ofboðslega hjálparlaus og þetta, öndunin, hjálpa manni til að sættast við það að vera bara hjálparlaus. Ég meina það er ekki takt að gera neitt meira, þú getur ekki ráðið lífi annara og þú getur haft opnar hjálparhendur ef að beðið er en það er eiginlega best að bíða eftir að það sé beðið þær. Því að þegar maður ætlar að reyna að bjarga einhverjum, það virkar ekki. Ef þeir vilja ekki hjálpina? Nei, alveg bara, það er eiginlega betra að gera ekkert sko. Þú bara ert að eyðileggja orkuna þína eða þú ert að gera eitthvað sem að bara er einhvern veginn hellt út í sandinn sem ég hef gert fullt af sko, þú veist ég hef örugglega hjálpað honum allt og mikið þess vegna kannski hefur þetta dregist svona langinn en kannski einn daginn þá verður þetta betra og
þú veist, þú ert náttúrulega eina persónan sem að skiptir þig öllu máli. Þú ert flottasta persónan sem að þú þekkir og þú ert dugleg, falleg, skemmtileg, allt sem að þú þarft. Og svo hitt bara bónus. Ef þú safnar að þér góð fólki og þér gengur vel í lífinu og þú ert góða vini og allt þetta. Þannig að Þannig að ertu þá með einhver ráð ef einhver sem að hlusta með einhvern í kringum sig sem í óreglu? Hvaða ráð myndirðu veita þeim? Veistu þau, ég veit ekki, mér finnst eiginlega ekkert sem ég prófa, sko, öndunin virkaði fyrir mig sem hjálp fyrir mig og hjálpaði mér að verða ekki galin og hjálpaði mér að taka hana kvíða og þessa maður náttúrulega alltaf hræddur eitthvað sem í fíkn, að hann bara káli sér og maður vill það náttúrulega helst ekki. En sko, kerfið ekki nógu vel gert. Það eru fullt af litlum hlutum sem eru engin að vinna saman og það er ekki haldið utan þetta eins og þarf að gera. Þetta allt öðruvísi heldur en að meðhöndla krabbamein. Þetta miklu meira langvarandi og öðruvísi meðferð. Og meðferðirnar ekki að tala saman og upplýsingarnar ekki að fara á milli meðferða. Hvernig þá? Ef þú lendir inn á geðdeild og ákveður svo að fara á SÁ þá færðu A4 bréf það hvernig þetta hefur gengið. Það kannski ekki alveg nóg. Það vantar söguna þína, það vantar hvernig þú hefur verið meðferðarheldin, það vantar hvaða meðferðir hafa verið reyndar, það fer ekki nóg að senda þér bara svona blað. Það engin sameiginleg gagnagrunnur. Nei, það ekki almennilega, þetta ekki almennilega gert. Og kannski, maður hefur líka heyrt bara að sé erfitt þegar fólk kemur úr meðferð, að þá svo fá úrræði, þið fara einhvern veginn oft í sama farið. Það til fullt af úrræðum, en það eins og engin vit þau. Okay. Það til fullt af úrræðum, en það eins og upplýsingar þau sé ekki á lausu og það er líka ekki haldið nógu vel utan þig þegar þú ert búin að vera í langtíma meðferð. Nema ég held að besta meðferðin hérna á Íslandi sé Krýsuvík. Þar er farið að halda utan fólk alveg held upp í 2 ár eftir að það kemur út. Ég var nú bara að spyrja því maður búin að heyra í fréttum að það einhverjir að fara í meðferð erlendis. Já, sko, það lög í landinu að þeir sem ekki fá meðferð hérlendis innan 3 mánaða geta farið erlendis. Okay. En maður var að tala við heilsugæsluna hjá sér í sínu hverfi til þess að fá nú örugglega alla pappíra rétta. Því að ég sendi son minn til Danmörkur í meðferð og ég vissi ekki að ríkið hefði átt að borga fyrir meðferðina. Þannig ég borgaði bara fyrir meðferðina sem náttúrulega þungt á einstæða mömmu. En mann hjúkur svo vanur að vinna, bara að vinna meira og þá svo þetta allt í lagi. Þannig að maður svo heppinn að maður hefur alltaf nóg að gera. En það er ekki nóg, það þarf algjörlega að endurskoða þessa meðferð með fólki sem að vinna í þessari meðferð og það var ekki að hugsa bara það til dæmis eins og foreldrahús sem að taka alla fjölskylduna, tekur einstaklingi sem að byrja í neyslu, tekur foreldrana, tekur siblingana, tekur börnin sem eru systkini og vinnur með þeim saman og hefur komið í veg fyrir að margir hafa lent í vandræðum. Það er frábært. Þau að berjast í bökkum og hafa alltaf verið bara að fá að halda lífi, sko. Og það eru svona meðferðir sem virka, sem að
er gripið inn í bara strax áður en að fólk er orðið forfallnir fíklar eða það heitir hérna forfallnir neytendur, eitthvað sem þeir eru ekki að nota. Já, einmitt. Og að því að þetta náttúrulega hefur gífurleg áhrif á alla fjölskylduna. Þetta hefur þau áhrif að öll fjölskyldan mín, til dæmis, þetta er búið að vera lengi, þetta ástand, hefur engan áhuga á þessum einstakling. Og það hefur engin áhuga á því að halda sambandi við eitthvað sem tekur bara og gefur ekki neitt af sér. En það er bara þannig, ég held að sé bara lögmál, ég held að þetta sé ekki einstakt í minni fjölskyldum, það er bara, ég á rosa góða fjölskyldu, og bróðir hans er ekki að sækja í að hafa samband heldur og konun hans. Þannig að mamman er bara ein með þetta, pappin er dáinn og Það er mikið á þinni könnu. Nei. Það gæti verið verra. En hérna, þann stendur sér vel núna, þannig að þetta er bara fínt. En það er mjög erfitt að fá fólk oft til þess að halda áfram í einhverju virkni. Og það er það versta við það. Að stímulasjónin sem þú fær frá meðferðaraðilum þarf að vera kannski meiri. Þannig að fólk kom ekki út úr meðferð, einhverju meðferð og hætti bara, fari bara áfram í sinn tölvuleik. Það þarf, en þú getur ekki gert það sem aðstandandi. Þú getur ekki leiðbeint þínum aðstandanda. Þú þarft að fá einhvern annan til að gera það. Oft á tíðum er þetta fullorðið fólk sem nennir ekki að hlusta á einhverja foreldra. Hvað væli einhverjum foreldrum? Við hefum mjög gott samband og sonum minn og erum bara ágætis vinir að ég held að mér finnst. Og bara fyrir mig alla leiðbeina honum, hann er 33 ára. Það er bara eins og að tala hérna við púðan, sko, betra eiginlega. Ég veit að hann svarar mér ekki þessi. En heldurðu að margir í þinni stöðu hefðu bara lokað á samskipti eða það er kannski bara rosalega erfitt? Þetta er barnið manns. Ég myndi ekki segja neinum að loka á barnið sitt, hvernig getur það? Ég prófaði að loka á heilbrigt barn, prófaði það. Það er ekki eitt. Og hvað þá heldur þegar barnið þetta er veikt? Ég held að sé, sko, maður þarf að læra á meðvirknina, sem að ég er náttúrulega ekki ennþá búin að læra á. En þetta hjálpa manni, öndunartækni hjálpa manni að hlaupa ekki til alveg strax. Og ég er búin að fara á námskeið hjá SA og ég hef nú ekki farið mikið á það eru rosa góðir fundir hjá Al-Anon, aðstandendum alkoholista. Þau eru út um allt, meðal annars í Hvíta húsinu í Kópavogi og gamla fangelsinu. Og það hjálpa mjög mikið að tala þetta við annað fólk. Spegla sig og... Já, spegla sig svolítið og maður fær ráð sem að manni hafði ekki dottið í hug. Og maður þá að læra að segja nei. Er það erfitt? Já. Ég er hjúkrunarfræðingur. Það segja aldrei nei. Umhyggjusöm og... Já. En maður er svoleiðis og maður getur svona tekið svona naglaþjöl og
og svarfað af hotnin þannig að þetta verði aðeins mýgra. Já. Og heldur að þetta sé eitthvað úr þinni æsku? Þú veist eitthvað að tala áðan, þú hefði svona hröflað hnén. Já, sko, það var alkoholismi í fjölskyldunni og og það náttúrulega var ekki talað um það og maður náttúrulega vissi það ekki fyrir maður og fullorðin að þetta er þessi alkoholismi, þetta er þessi neysla. Þannig að eflaust fullt af hlutum. Það er alltaf að tala að meðvirkni skapist fyrir 10 ára aldur hjá manni. Þú veist, meðvirkægðun. Og svo er maður með þetta alla ævi í bakbókanu sinni, þú veist. Já. Það er bara svona. Ég held nú kannski líka ofta til að meðvirkni sé bara ágæt að mörgu leyti. Þú veist það fyrir því hvernig þú lítur á hana. Akkur má maður ekki bara hjálpa vinkonu sinni sem hefur átt í erfiðleikum með eitthvað þó maður veit hún geta alveg gert þetta sjálf, skilurðu? Já. Sko ég spurði hann Valdimar Þór Svavarsson, hann var í viðtali hérna fyrra meðvirkni. Já. Og ég spurði hann sko hver er munurinn á bara góðmennsku og meðvirkni. Já. Og góðmennska og meðvirkni munurinn er ef þú gerir eitthvað og þið langar virkilega bara að gera og þú hefur gaman að því, þá er það góðmennska. En ef þú ert svona, og veist, eitthvað ekki alveg nógu sátt með að hafa gert þetta eitthvað sem segir, þá er það meðvirkni. Já, ok. Það voru ekki hans nákvæmlega orð, það fólk getur hlustað á þáttin, mjög góða þáttir. Já. En allavega, ef þetta bara hefur jákvæð áhrif og þið finnst þetta bara ekkert mál, einhver tók dæmi með að passa hund og að þú segir bara já úr meðvirkni þá ertu að pirrast á því að þau eru alltaf að vera að passa hana hund. Skilurðu, en ef þið finnst það bara ógeðslega gaman og segir já, þá er þetta ekkert mál, þá er þetta ekki meðvirkni. Þannig að það er kannski svona auðvelt dæmi. Ég held að sko ég er mjög aktív og mér er gaman að vinna, gaman að gera og græja og ég er í hjálparsveitinni Hjálpum þeim. Vinkona mín, ein gömul og góð, sagði, erum við ekki í hjálparsveitinni Hjálpum þeim? Þannig þú veist, ef einhver þarf að mála vegg og er veikleikum með það og bara mála maður vegginn fyrir mann, það er ekkert mál, skilurðu? Þá er það ekki meðvirkni. Nei, það er bara svona, þú veist, maður hefur gaman af því að gleðja aðra og það kannski að moka 2 skóflustungur í garðinum fyrir þessa vinkonu mín að tók ég mitt upp einhverja fyrir 2-3 árum þannig vant að losna við rífsberjarunna sem að allir held að væri með einhverja rosalega rætur en þeir eru næst ekki með neina rætur og ég kippti þeim upp svona einum og eftir öðrum og bara gerði þetta á smá tíma bara, tók enga stund og vorum að hlæja því sko eftir á ertu búin að ég sagði já þetta er ekki minna rætur þessi kjánar hana þannig að þú veist svona bara er gaman að gera og það er ekki, ég held að það sé ekki meðvirkni, það er ekki meðvirkni og mér hefur fundist bara svona flesta því sem ég gert í lífið hvort sem það fyrir þennan son minn eða fyrir einhvern annan ég hef náttúrulega bara gert það af því að mér finnst gaman að gera það leiðilegt að gera leiðilega hluti Þú hefur nefnt nokkar sinnum að þú sést með ADHD áttaður þú á því snemma? Nei ekki fyrir en að ég fattaði ekki fyrir en að bara var farið að tala svona mikið um ADHD og farið að tala svona mikið um ofvirkni en ég hef alltaf verið svoleiðis ég átt mjög erfitt með að sitja lengi og til dæmis þegar vinkonum mínar voru kannski sátu í fleiri tíma, kannski 3-4 tíma og möluðu og töluðu og prjónuðu og drukku kaffi og kannski sérri með því og eitthvað svona. Ég gat ekki setið svona lengi sko. Ég yfirleitt áður ég hitti þær þá fór ég hjólandi í sund og hjólaði svo til þeirra og hjólaði svo heim. Og ég stoppaði 2 tíma þær kannski 3-4 þannig þú veist þetta hefur alltaf verið svona
Og kannski bara ákveðni styrkleikar sem fylgja því. Það eru virkilega styrkleikar. En það sem að ég fann sennilega mest til þess að róa þessi aktivitet, bæði hugans og ég var til þess miklu betra með að einbeita mér þegar ég er búin að anda á mótnana eða eftirmiddaginn. Mér finnst best að anda svona 2 leyti á daginn. Þetta róar hugan og róar mann allan niður einhvern veginn og klappar vakusi og meldingin verður betri og allt er dásamlegra. Þannig að þetta er mitt meðal, þessi öndun. Og myndirðu segja þetta væri eitthvað sem er auðvelt að læra? Þetta er mjög auðvelt að læra, þetta er fyrir alla. Þetta er fyrir, sko, ég er að kenna frá 16 til 8. Maður kennur yfirleitt ekki eftir 8. Akkur er það, ef ég má spyrja? Að því bara fólk á erfitt með samhæfingu, það er ekki vant að það er bara orðið hrumt og of gamalt. En Frá unglingsaldri alveg. já, sko, það eru námskeið það eru mjög athyglisverð námskeið sem þeir eru að kenna núna sem er intuition og krakkar bara koma við blað og teikna það sem er á blaðinu og annar blað í gegnum innsæi, já, sem er mjög athyglisverð. Það er kennt frá 5 ára til 8 ára, síðan þegar krakkar eru 8 ára þá eru komnar þessar reglur í hausina á þeim, allar þessar, þú mátt ekki þetta og þú mátt ekki gera svona og þú ert að sitja svona og standa svona og allt þetta, já, allar þessar, hvernig þjóðfélagi vill hafa þig. Þá er hægt að fara að kenna þeim öndunaræfingar til að slaka á, til að kunna slaka á, þannig ef það er of mikið af einhverju áreiti að þá náir því að bara halda þínu strikja án þess að verða brjálaður. Og ég held að sko konur, það er mjög mikið konur sem er að brenna út. Ég held að við séum að gera sko allt og mikið. Við setjum aldrei gjörar í sófanum og gerum ekki neitt eins og í gamla daga. Manni leiddist stundum, manni leiðist aldrei núna, allt og mikið að gera. Þú hefur alltaf eitthvað að gera og getur alltaf fundið þér eitthvað að gera. Já, það er sko, og við ætlumst til þess að við getum farið í leikhús 2 sinnum í mánuði, farið í bíó, fylgst með öllum því fjölmiðlunum og prjóna og sauma og baka og gert góða mat og haldið matarboð og unni fulla vinnu og á 3 börn og alið á öllu upp og þau eru öll til fyrirmyndar og byggt hús og á 4 bíla og þú veist, þetta er bara þess vegna er svo gott að búa í Sviss. Það var ekkert svona áreiti. Það voru einhverjir svona þjóðfélags, en ég var ekkert í þeim. Ég átti mína vini og voru 7 konur sem héldum hóp, sem voru allar svona utanakomandi, en þær voru allar svissneskar nema ég og einannur. Við voru 7 og það voru 2 sem sé útlendar, ég og hinn, frá Afganistan. Og við áttum allar börn og þær áttu allar menn nema ég og það var bara, það var engin svona metingur. Fólk var bara svona að dúlla sér, við hittumst reglulega og það var allt einhvern veginn afslappara. Finnst þér fólk vera að metast hér? Eða svona, að þú ert alveg meting, svona bera saman hvað þessi er að gera og hinn er að gera? Ég held að sé kannski ekki, já, ég held að sé gera það ómeðvitað. Já. Ég hef heyrt þetta sé bara í svona smerri samfélögum. Við erum svo lítið land. Já. Og þá verður oft svona meiri hérþægðun einhvern veginn. Já, allir að vera eins, allir eiga tungusófa helst sem að gerir, kemst með svona, þú veist. Já, fótaskemil. Þetta er svo áhugavert að heyra svona mun á milli landa. Þú hefur búið líka víðar. Fannstu mun á þeim stöðum? Já, það getur verið kannski líka því að ég náttúrulega þekkti ekki djúpt þjóðfélagið á þessum stöðum. Ég þekkti þjóðfélagið en ekki djúpt. Já.
ég reyndi alltaf að kynnast fólki frá þessum löndum frekar heldur en að kynnast Íslendingum sem voru á staðnum, sem að kynntist náttúrulega bara alltaf. En ég held að margir, maður sér oft börn, foreldrar sem eru mjög stjórnsamir, þau flytja langt í burtu Já. til þess að fá frið til að búa sitt eigi reiður. En sumir eru alveg bara í næsta húsi Já. og það er dásamlegt líka. En þú talar Grænland og London og kynntistu þar eitthvað menningunni? Já, í London. Þeir eru svakalega kurteisir. Það er bara eiginlega ótrúlegt. Og þeir kunna sko íhuga því að það að fara í biðröð, það er íhugun. Þannig að ef þú kemst í góða langa biðröð, þá ertu bara útkvildur þegar kemur að þér. Það er þeirra leið. Okkar var sko áður, gamlu bændunni, þeir lögðu sig í korter eftir matinn og það var þeirra orkusöfnun, það var þeirra íhugun. Þannig að þessar tvær þjóðir íhuga allavega. Og í Sviss, það er allt mjög fáað, allt mjög eftir reglum. Það er ekkit erfitt að halda þessum reglum. Maður bara gerir það sem maður vill nokkurn veginn. Ef maður er ekkit að tróða hinn tær. Ég man einu sinni gott dæmi, ég bjó svolítið lengi, ég bjó 13 ári Sviss. Það var lengst. Eitt vorið þá ég var svo heppin að ég gat byggt mér hús og ég var mjög heppin í fjármálum, það var alveg óvart en ég var mjög heppin og ég gat byggt mér hús og átt mitt hús og í kringum mig voru bara bankamenn og einhverju svona frá UN og einhverju sem voru svona vel stæðir og ég vissi það ekkit endilega, það var bara þetta eina hús sem var á þessu svæði til sölu og ég keypti það bara því ég hafði efnaði og og svo bara fór ég að búa þarna og það var eitt vorið í svona rosalega fínu veðri og bara það var orðið svolítið bjart til svona að verða 9 á kvöldin og þá fór að dimma aðeins og ég var bara út í garði að leika við strákana í fótbolta og það var náttúrulega börn í Sviss fóru að sofa 7:30 hvort sem það sofnuði ekki, þau voru allavega inn í herbyggi eftir 7:30 átt að fara að sofa þannig þau vöknuðu öll mjög snemma en mín voru svona aðeins Íslenskum tíma aðeins íslenskari, allavega annar en hinn var nú svona bara vilt farin að sofa sjálfur sko og við vorum að spila fótbolta og þá kemur bara 2 nágrannar út í glugg og segja geti ekki haft svolítið lægra það er svo börnin okkar að fara að sofa þó að þín gerir það ekki og ég sagði ups þannig til þess að snúa á þetta þá eftir að fóra að vora þá fór ég annarkort með strákana í sund í vatnið það var bara Genfarvatnið var náttúrulega við hliðina á mér svo leiðis eða ég fór með það bara út í skó og labbaði og týndum einhverja köngla eða eitthvað í arinin og eitthvað svona þannig að ég leysti þetta bara á minn hátt ég var ekkit að pirra nágrannana þar leiti þannig maður getur átt leyst svona vandamálin á þess að þurfa að breyta miklu og fluttu þeir með þeir í öll þessi lönd? Nei. Ég var að vinna fyrir Rauða krossin áður en að ég átti þá. Ég flutti sem sé til pappa þeirra 1991 og við byggum saman þangað til 99. Þá var ég búin að eiga 2 stráka með honum og hann var aldrei greindur en hann var þunglindur og
var svolítið andlugur ofbeldismaður en aldrei líkamlega þannig að það svona Það er nú bara oft verra þegar andlegt, ofbeldið andlegt af því það sést ekki. já og það Seinna gert í var fyrri. mjög erfitt en og ég held kannski þú veist að hluta af þessu vandamáli sonar okkar er það en á þess að vera að kenna ykkur maður veit aldrei þú veist þetta hefur örugglega verið svona alveg sama hvaða atlæti barnið hefði orðið haft en við fluttum sem sé þegar að fyrirstrákurum var 2 ára fluttum við til Bretlands og þegar að hann var 7 ára þá fluttum við aftur til Sviss og þá var hinn bara 4 ára þannig það var ekki mjög erfitt fyrir mig að flytja með þá en það var erfitt fyrir þennan eldri 7 ára að flytja frá vinum sínum í London hann átti erfiðara með að eignast vini síðan hérna já, þessi Haiti Pakistan og Thailand voru þessi þegar ég var áður en og Sviss og Bretland voru með fyrirrandi eiginmanni en síðan flutti ég heim til Íslands og ég fekk ekki börnin með og hérna Hvernig var það? það var ömurlegt og ef ég ekki haft þess að öndur held ég að orðið brjáluð Hvað voru þið þá gamli? þeir voru 11 og 13 nei, það hefur líklega verið að verða 11 og að verða 14 og hérna það bara var bara mjög erfitt En akkur ákvastu að flytja til Íslands? ég var að flytja til mann sem ég held að vera ástin í lífi mínu næsta ást í lífi mínu kemur alltaf ný ást, ekkert mál en allavega svo bara datt hann í það kall greið og það var bara mjög erfitt að búa með honum þannig að við skildum þannig að svo var ég bara allt í hún hérna ein á Íslandi en ég einhvern veginn ákvað að fara ekki aftur þannig að hérna því að eina leiðin til að klippa þetta andlega ofbeldi var að fara nógu langt í burtu og hann náttúrulega hélt að ég myndi aldrei fara í burtu frá börnunum En ólust þér þá upp hjá honum eftir? já, 11 og 14 Já. En þeir komu hérna fjórum ári og hérna við höfum átt að ég tók mér alltaf frí þegar þeir voru hérna fór sem sé var alltaf með þeim eldaði fyrir þá og fórum í ferðir og fórum í sund og bíó og gerðum eitthvað skemmtilegt og höfðum mikið fólk í kring en þeir vildi aldrei koma fyrir þessi starri hann vildi koma heim eftir hann veiktist þegar hann var í háskóla og þá kom hann heim þannig að annar hérna núna og hinn úti Já, hinn hefur bara alltaf búið úti. Hinn hefur alltaf búið úti. Já. Hinn verður örugglega bara alltaf úti, sko. Já. Eitthvað breytist í heiminum sem að Já. gerir Ísland gyrnilegra sem að geta orðið. En hérna, þetta hefur verið mitt haldreipi. Já, ég heyri þessi það. endurnatekni. Það er margt gengið á í þinni ævi. Já, já, en þetta er mestu hluti er skemmtilegur og mest er sko það er svona leikur að snúa neikvæðum hlutum upp í jákvæða svo getur hlegið þessu eftir á Hvernig fer maður að því? með því að vinna úr þessu að vera ekki að halda í beiskjuna og maður gerir það til dæmis meðal annars með þessu beiskjan eyðileggur enginn nema þeir sjálfan Akkurat. og hatur og öfund og pirringur og allt þetta skemmir bara fyrir þér ekki neinum öðrum og maður lærir það meðal annars á þessu námskeiði og fer í það að það nagar þig en ekki neinn annan. Þannig hvað finnst þér lífið svona hafa kennt þér? Ég veit það er margt en svona ef þú tekur þetta saman. Maður þarf að lifa því. Maður þarf að taka áhættur, maður þarf að prófa nýja hluti,
maður þarf að finna sína leið, gerðu það sem að hjarta þitt segir þér að þú að gera, þó það kannski brjóti í bága við allar þessar reglur og hluti sem að ekki meiða annað fólk, en þú veist, ef þú ert með eitthvað alveg eins og ég var með svona óþrjótandi ferðalöngun þegar ég kem 18 ára í bæinn úr sveitinni. Mér langaði svo að fara til útlanda og búa í útlöndum og prófa útlönd, og ég er ennþá ekki, hún er ekki dauð ennþá þessi það er rosa, þegar maður eldist þá finnur maður svo mikið munin á hitt og kulda. Ég held að það sé bara eiginlega allir sem að eldast, þeir finna, þú veist, að því að sinarnar manns eru aðeins stífari heldur þær voru, og svona, það er slit í liðum og svona hitt, og það bara er svolítið erfitt að vakna á morgnana stundum þegar það er brjálaveður og frost úti. Og ég held að maður bara eigi að flytja til heitari landa ef maður hefur kost á því, meðan að þessi harðasti vetur er svona nóvember til endaðs mars, þá ætti maður að koma heim aftur. Já. Þannig að ég var alveg til það. Ég kannski geri það. Það er svona kannski, það væri bara spennandi. Já, það er kannski bara næsta spurning. Hvað er framundan? Hvað er framundan? Ég veit það ekki. Nei. Ég ætla að vinna þangað til ég er 70. Af því að það er svo, ég hef ekki safnað einhverjum sjóðum, sko, og það eru svo lág ellilaunin. Þú veist svona vera skuldlaus og allt það þegar þú ferð á ellilaun. Fólk þarf að hugsa það ef það vill hafa það gott í ellinni. En ég hef nú aldrei verið að hugsa neitt mikið ellinni. Ég hef bara hugsað núna og ekki verið að plana neitt rosa mikið fram í tíman. Lífið er núna. Lífið er núna. Það er líka kennt hérna. Já. Og með önduninni þá öndunin tengir saman leifi, sko, framtíðin á eftir og fortíðin er búin og núna er núna. Við erum að tala saman núna, það er ekki neitt annað að gerast, skilurðu. Þannig að svo er það búið og þá kemur annað núna. Já. Ég veit ekki hvað er í framtíðinni. Það verður örugglega eitthvað skemmtilegt. En maður er nú samt rólegri, svona maður þarf ekki að flýta sér neitt. Hvar starfaru, ef ég má vera forvitin? Ég er á Vöknun í Fossvogi, en ég var svo óheppin að ég þurfti að fara í liðskipta aðgerð á hægra fæti og fóturinn lengdist 1 centimeters og þar leiðandi breyttist staðan á grindinni og bara á líkamannum, staðan líkamanns, og þú veist, maður er orðinn eldri og ég var farin að fá, sko, ekki bakið heldur undir glúteus, stóra rassvöðvanum, í litlu vöðvabólg, í litlu vöðvana þar, og það var bara mjög sárt, mjög vont, og þetta er að lagast. Ég er í sjúkraþjálfun og í hnykkingum og reyna að labba svolítið og himnastegan til dæmis. Já, þar byrjaði nú þetta ævintýri. Það byrjaði þetta ævintýri. Einmitt. 1000 himnastegar 1. janúar. Það var sko frábært. Þetta heitir nú ekki lengur 1000 himnastegar, þetta voru 2026 himnastegar sem enduði yfir 3000. 3000 var ekki, jú. Já, ég frétti það. Þú tókst nokkra ferðir þar og 3 æðislegt. Já. Þannig að ég held að það sé svona svipað að fara á Úlfarsfellið. Að fara 3 ferðir, já, vá. Ég held að það sé svipað. Áhugavert. Já, þannig að það er að tekur svipaðan tíma, tekur svo klukkutíma að fara upp og niður Úlfarsfellið. Við förum svolítið á það. Já. Æðislega, það er svo mikilvægt að hreyfa sig, sérstaklega þegar maður verður eldri. Ég skal segja þér ég var búin að hreyfa mig mjög lítið í janúar og febrúar og það var byrjað að koma svona bjúgur á fætur. Svo fór ég í viku núna til Póllands
og ég hreyfði mig mjög mikið. Ég var bara alltaf á fullri ferð og labba og skoða og forvitnast og ég veit ekki hvað. Og þetta fór. Á einni viku. Já. Æðislegt. Þannig að þú veist, það hjálpar kerfinu alveg rosalega mikið að hreyfa sig. Göngutúr er svo vannmetin, sko. Algjörlega. Ótrúlega. Því að náttúrulega pumpan í fótunum, hún er vöðvastýrð. Já, mitt, já. Akkurat. Já, sko það er svona litla lokur í bláæðunum og þegar vöðvarnir labba, þá hjálpa þeir bláæðablóðin að pumpast upp. Þessum Og er svo fólk alltaf með bjúð þegar búið að sitja lengi í flugvél. Já, Það já. er alltaf bara engin hreyfing. Nei, einmitt. Það er margt í þessu. Já. En er eitthvað að lokum sem hvað sem þið langar að segja við hlustendur? Já, ég vil bara endilega sko að skólar takit upp og að þetta verði kennt til dæmis á endurhæfingarstofnunum fyrir fólk í neyslu, hvaða neyslu svo sem það er, matarneysla eða önnur neysla. Þetta er stabiliserandi fyrir hugan, þetta kostar ekki neitt, compared. Þú veist, það kostar, alltaf kosti ekki 70.000 á dag, innlögn og vog, ég veit það ekki. Wow. En þetta námskeið kostar 42.000 núna, það fer að hækka. Næsta haust, þá hækkar það upp í 47.000. En svo eitthvað sem þú þarfst bara að læra einu sinni og Já, og svo nýttir alla ævi. getur þú endurtekið fyrir lítinn pening, bara það er smá gjald út af húsnæði og þú veist, maður er illt að bjarga sér húsnæði og hita rafmagn og þetta, te og kaffi og eitthvað svona. En hvar finnur fólk þetta námskeið? Sko, þú finnur það inn á artofliving.org, það er það. Þetta er kallað Sky Breath sem er SKY, öndun, og það er líka hægt að fara inn á síðu sem hefði 2x2x2x IH, ég get aldrei sett það, eahwaf.org. eahwaf.org. Það er þessar stofnanir sem ég er að vinna með og námskeiðin er bara það er Art of Living Iceland, það er e-mail Á Facebook eitthvað eða? Nei, bara e-mail. E-mail. Art of Living Iceland í einu orði og litlir stafir .org eða hjartanslist@yahoo.org. Já, ég skal bara láta þetta fylgja með undir þættinum, þú sendir mér bara og setur mér þetta með, þannig að fólk getur Og svo er þetta náðu mér síma og svo er Facebook síða sem er mjög illa. Ég er ekki mjög góð í þessu tækni undri sem er að gerast í dag og bara yfir höfuð. Þannig að það er frekar mikið klaufi í því. Þannig að maður getur ekki verið 100% í öllu. Nei. Þannig að það er sko @merkið. Art með stóru A og litlu RT, ART, svo bara í öðru og svo living með stóru L, living, og svo ES í endan stóru. Okay. Ég sendi þér þetta. Já, það er flott, það getur bara fólk smelt á lekkinu. Já, og næsta námskeið er núna 17. Nú þarf ég að kíkja í síman. 17., 18. og 19. apríl. Það er slett. Og það er í Grundagerði 7 í Reykjavík. Já. Æðislegt. Heyrðu, ég er með smá gjöf frá Heilsuhillinu sem er með samstarfsaðalunum mínum áður en ég kveði. Guð, er skemmtilegt. Og mamma mía. Það er nefnilega, gömm er heilsuvara vikunar, þannig að þeir eru með alls konar vörur fyrir tannheilsu og munnheilsu sem er nú alveg gífurlega mikilvæg líka. Og uppáhaldið mitt þarna er svona batteristannbusti. Þessi. Í alvörunni? Það er geggjaður. Ég er búin að eiga hann í 2 ár eða eitthvað. Ég er bara einu sinni skipt batteri. Já, þannig að þú getur hlaðið hann? Nei, bara eitt batteri. Í alvörunni? En skemmtilegt. Takk. Heyrðu, lúksus er þetta? Já, æðislegt. En bara takk herrlega fyrir að koma og bara... Heyrðu. Ég dáist líka alltaf að
Ég dáist svo að fólki sem Ég hefur elska. hugrekki til að senda mér og bjóðast til að koma. Það finnst mér líka svo. Sko, þessi öndun hefur verið mitt hjartansmál í 20 ár. Ég ekki búin að vera svo heppin að einhver annar hafa orðið svona ofboðslega ánægður með þetta nema ég. En þannig það enginn fann að kenna þetta með mér. Og það eiginlega eina vandamálum mitt í lífinu því að ég svolítið þreytt og vil kannski geta komist aðeins til Spánar og svona yfir vestu hríðarnar á veturnar. En ef maður ætlar að halda ykkur gangandi þá verður maður að vera á staðnum. Þannig að mér vantar aðstoð eða er einhver sem vil læra öndunartækni, tekur smá tíma, tekur svona 2 ár því að þú þarft að taka nokkuð námskeið til þess að verða kennari. Og það er alveg hægt að gera þetta, sko, alveg að kenna með bara venjulegri vinnu og það allt. Þetta er svona svo hobby bara. Þannig að ég að auglýsa hér með þetta kennara. Það er bara takk enn eftir fyrir skemmtilegt spjall. Kæri hlustandi, mér langar bara að enda þáttinn á því að þakka þér fyrir að hlusta. Og ef þér líkar við þættina, þá þætti mér náttúrulega alveg ótrúlega vænt þú myndir segja einhverjum frá þeim, deila þeim jafnvel. Ef þú deilir, máttu endilega taka Heilsuerla á Instagram. Og svo er náttúrulega alltaf hægt að fylgja Facebook-hópnum mínum sem heitir bara Með lífið í lúkunum hlaðvarp. En þar setjum stundum þættina inn örlítið fyrr eða set svona inn á bak við tjöldin við hverja ég var að taka viðtal við eða er að fara að taka viðtal við. Þannig að ef þú ert áhugasamur hlustandi þá bara getur þú kíkt á Facebook-hópinn og annars fylgistu bara með þegar þátturinn kemur út. Takk fyrir mig.